Komið sæl í Jesú nafni, kæri vinir, og gleðilega hátíð, það svona ennþá hátíð í bæ. Ég hafði yfirskriftina verið glaður í drottni þó að sumt í máli mínu mun ekki endilega fjalla gleði, en við eigum að hafa hann í huga. Í Filippíbréfinu 4. kafla segir: verið ávallt glaðir í drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar verður kunnugt öllum mönnum, því að drottin í nánd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum, óskir yðar, kunnar Guði með bæn og beiðni og ekki síst þakkargjörð að þakka honum. Og friður Guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Jesú Kristi. Í fyrri krónikubréf í 16. kafla þá má lesa lofgjörð Davíðs og spádóma eins og finna má víða í sálmum hans. Þarna var hann nýbúinn að koma örkinni fyrir á ný í tjaldi sem hann lét reisa yfir hana. Afkomandi hans og Betsebu, þið munið, Betsebu sem hann tók, hrifsaði til sín, gifta konu. Salómon, afkvæmi þeirra og sonur, fékk þann heiður að reisa síðar þetta stórkostlega musteri. Hugsið ykkur hvernig Guð sýnir okkur að fólk eins og Davíð og Batseba fengu svo stór hlutverk sem að verða foreldrar Salómons, frægasta og vitrasta konungs heims. Að vísu var hann seinna meir ekki eins vitur, hann var bara breyskur maður líka. Davíð sem hafði syndgað gróflega gegn Guði, hugsið út í það. Fyrst Guð kaus að fyrirgefa og gefa Davíð svo stórt hlutverk, megum við þá ekki vera bjartsýn og horfa upp og gleðjast með von bjarta framtíð með Guði. Við sem erum útlendingar oft á tíðum hér á jörð. Guð mun aldrei yfirgefa okkur, hvað sem yfir kann að dynja, alveg sama hvað það er. Og það verður engin skortur á atburðum í nánustu framtíð þegar litið yfir sviðið. En það stendur í fyrri krónikubréf, bók, 16. kafla, þegar þeir voru fámennur hópur, örfáir, og bjuggu þar sem útlendingar og fóru frá einni þjóð til annarar og frá einu konungsríki til annars líðs, leið hann engum að kúga þá og hengdi konungum þeirra vegna. Snertið eigi við mínu smurðu og gjörið eigi spámönnum mínum mein. Þetta Guð sem við getum treyst á. Syngi drottni, öll lönd, kungjörið hjálpar á hans, dag eftir dag, segi frá dýrð hans meðal heiðingjana. Ég ætla nú að þessa. Nú er ég að rugla þessu. En, hvar var ég? Tjáu drottni dýrð þá nafni hans hæfið, færi gjafið og komi fram fyrir hann. Fallið fram fyrir drottni í helgum skrúða, titrið fyrir honum öll lönd. Hann hefur fest jörðina svo að hún bifast ekki. Himinin gleðjist og jörðin fagni. Menn segja meðal heiðingjana, drottin hefur tekið konungdóm. Hafið drynji og allt sem í því er. Foldin fagni og allt sem á henni er. Öll tréskógarins kveði fagnaðarópi fyrir drottni, því að hann kemur til þess að dæma jörðina. Þakki drottni því að hann er góður, því að miskunn hans varir að eilífu. Og segið, hjálpa þú oss Guð, hjálpraðis voss, safna þú oss saman og frelsa þú oss frá heiðingjónum, því að við megum lofa þitt heilaga nafn, við fræja lofstýr þinn. Hver
sem hamingjusamur, hann gerir aðra hamingjusama. Þetta fræg setning. Ein af frægum setningum sem flogið hafa víða og kemur frá Anne Frank. Munið eftir Anne Frank. Dagbók Anne Frank. Stúlkunni sem á tímum seinni heimsstyrjaldar þurfti að fela sig ásamt fjölskyldu í þröngu rými uppi á háalofti í Hollandi, Amsterdam, svo að nasistar myndi ekki drepa þau öll. Hún fæddist í Þýskalandi ára undan móður minni, 1929. Fjölskyldan flúði til Hollands undan ofsóknum nasista og fengu að dveljast í Amsterdam þar til þau fundust og voru send í fangabúðir þar sem Anne og systir hennar og flestir í fjölskyldunni dóu úr vosbúð og taugaveiki. Otto Frank fann dagbók hennar eftir stríðið 1947 og gaf hana út og það hefur verið gerð kvikmynd eftir þessari bók og hún var gerð okkur ógleymanleg. En leið og við hugsum til hennar, þá skulum við hafa til huga hvað hún sagði, að hamingjusamt fólk gerir aðra hamingjusama. Bros getur dimmu í dagsljós breytt, þar allt þetta skiptir máli. Ef við leyfum orðum Davíðs að vera áhrifavalda í lífi okkar, ef við minnumst orða Anne Frank að vera hamingjusöm, líkt og Páll segir í Filippíbréfinu, verið ávallt glaðir í drottni. Ég segja aftur, verið glaðir. Það er ekki alltaf auðvelt. En með Guðs hjálp þá tekst manni að koma sér upp friði og gleði í hjartanu. Ég er búin að margreyna það. Ég er búin að starfa mörg ár við hjúkrun og með Guðs hjálp, alveg sama hvað við gengið á heima hjá mér eða í kringum mig í lífinu, og það er ýmislegt sem gengur á eins og hjá öllum, að þá hef ég alltaf haft það sem reglu að fara ekki inn dyrnar á spítaladeildinni, öðruvís en að skilja allt leiðinlegt eftir heima og setja bros á andlitið fyrir þá sjúklinga sem ég þarf að annast. Og það er hægt. Ég bið Guð fyrir styrk og hann gefur mér þennan styrk. Og ég hef virkilega fengið það marglauna tilbaka. Já, Guð mun gefa okkur kraft og kjark til að standa af okkur ömurleika heimsins þegar okkur ofbýður. Þegar við skiljum ekkert í því sem er að gerast. Þegar við hristum höfuðið og segið, nú er komin nóg. Ég var lítið við síðasta ár og kíkja á fréttir. Það er oft svona frétta annál í loka árs og ég ætla að hafa smá annál. Hér er ein. Bankareikningur borgarstjóra yfir tekin af, þið hafið heyrt þetta, LGBT-hóparnir. Það er sem sagt hópar sem að velja aðra leiðir í lífinu. Og þessi hópur, eftir að bærinn neitaði að birta yfirlýsingum stoltmánuði eða Pride Month á svæðinu. Og borgarstjóri þessa smábæjar, mjög smábæjar, svona eins og þorp út á landi hér á Íslandi, í Ontario í Kanada, hann stóð frammi fyrir yfirtöku á persónulegum bankareikningi eftir lagalega baráttu við Pride Hóp sem líkti lagalegu sigri þeirra, Pride Hópsins, við kynmök. Harold McQuacker, borgarstjóri í Emo, Ontario, lét gera fjármuni sína óaðgengilega á persónulegum bankareikningi sínum eftir að hann neitaði að fara að úrskurði mannréttindadómstólsins. Því þessi mannréttindadómstól er oft grimmur við venjulegt fólk. Eftir að stjórnin komst að því að bærinn Emo með aðeins 1400 íbúa, það er svona lítið þorp út á landi, braut mannréttindalög Ontario með því að viðurkenna ekki LGBT mánuðinn. Það er ýmsar reglur sem koma sem okkur hugnast ekki. Úrskurður dómstólsins sem kveðinn var upp 20. nóvember refsaði McQuacker persónulega með nærri $500,000 sekt og krafðist þess að hann gengist undir
þjálfun. Í fjölbreytileika, í jafnrétti og aðlögun. Endurhugsa hlutina, það er það sem fólk er gert að gera, til að þóknast þessum öfgahópum. Að auki var bærinn eða bæjarsjóðurinn í þessum litla bæ, 1400 manna bæ, sektaður 1 milljón krónur og 2 aðrir bæjarfulltrúar sem greiddu atkvæði gegn yfirlýsingunni fengu einnig boð til að ljúka sömu þjálfun. Minnir á fangabúðir í Kína, þar sem beitt svokallari endurþjálfun. Það voru með vissa trúarhópa sem þau kúuðu og lokuðu inni. Það var endurþjálfun í trúarbrögðum. Þetta er ekkert nýtt í veraldarsögunni. Þetta er þessi kúun sem víða á sér stað. Í bréfi sem sent var 5. apríl rétt fyrir þessi réttarhöld varaði Judson bæjarstjórn EMO við því að hún gæti forðast málflutning dómstólsins með því að fallast á sérstakar kröfur, svo sem að, og niðurlægja sig, biðjast afsökunar, skuldbinda sig til lögboðinnar, endurþjálfunar og að samþykkja ótilgreinda fjárhagslega skilmála. Að auki kallaði var kallaði bréfinu einnig lagt til að að auki kallaði bréfið eftir því að bærinn héti stuðningi við framtíðar Pride yfirlýsingar og tryggði að þær myndu staðfesta réttindi án breytinga. Í bréfinu var einnig lagt til að bærinn veitti ókeypis aðstöðu fyrir góðgerðar dragviðburð. Þið vitið öll hvað drag er hérna þegar vissir hópar klæða sig í kvenklæði og skreita sig gríðarlega mikið. Það er svo mikið inn núna. Já, fyrir góðgerðar dragviðburð þar sem ágóðinn renni til almenningsbókasafnsins á staðnum. Fyrst fristu stjórnvöld bankareikninga mótmælenda í heimsfaraldrinum, COVID. Síðan lögðu þau hald á framlög til hópa fjármögnunarsíðna, nú í þetta svokallaða Woke Canada. Beygðu hnén eða öfgamenn til vinstri munu yfirtaka bankareikningin þinn, skrifaði hópurinn. Að ríki noti lagaleg tæki til að taka frá einni manneskju og gefa öðrum jafngildir kommunisma og forræðishyggju sem ætti að hræða alla Kanadamenn, sagði í yfirlýsingunni. Ógna, hræða. Er þetta hin nýja sviðsetning til að vinna úr svokölluðum villum og æfa lagalegar aðferðir fyrir lög sem fjalla að hafa ekki vald að selja eða kaupa? Erum við ekki að koma þangað? Hljómar það ekki kunnulega? Það munu koma þessi tíma sem við höfum ekki vald yfir okkar fjármunum, okkar eignum. Vitnisspurður spádómsgáfunar, vitnisspurður úr ritum Ellen White segir, og hún vitnar þarna í opinberunarbókina. Hann lætur alla, bæði smáa og stóra, ríka og fátæka, frjálsa og ánauðuga, fá merki í hægri hönd eða á enni og að enginn geti keypt eða selt nema sá sem hafði merkið eða nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Opinberunarbókin, 13. kafli, versin 16-17. Stendur þarna skýrum stöfum. Ritningin er með þetta allt. Við sem þekkjum til hennar vitum að ekkert kemur Guði á óvart. En hugsunarháttur þessa öfgahóps minnir sérstaklega á merki dýrsins sem æ meir birtist í alls konar myndum út allan heim. Merki Babýlonar. Við höfum að líta á umhverfisfréttir ársins sem er að líða. Vel að merki að þetta tekið úr fréttum af síður sem að ég fer mikið inn á sem heitir Keep the Faith Ministry eða Haldi trúnni, útbreiðslupredikarar. Í ritinu USA Today, 2 tugir veðurtengdra hamfara olli
$1 milljarðs eða meira í tjóni hvert þeirra á þessu ári. Samkvæmt Náttúruvísindastofnun Bandaríkjanna. Þjóðarsetur umhverfis upplýsingar. Oft sem sagt skammstafað NOAA, eitthvað svoleiðis. Náttúruhamfarirnar voru á landsvísu. Það var frostmark og ís, rafmagnsleysi í norðvestur hluta landsins, miklu kaldara veður heldur en þeir voru vanir. Hvirfilbyljur og miklu stormar herjuðu á miðhluta Bandaríkjanna. 5 stóri fellibyljir heita allir svona konunöfnum: Beryl, Debbie, Francine, Helena, Milton. Muni eftir Heleni svolítið. Og allir miklu tjóni og hörmulegum flóðum frá Flórída til Norður Karólína. Þetta ár fór samt ekki fram úr metinu 2023, þar sem urðu $28 milljarðar hamfarir. Það mesta sem Bandaríkin hafa upplifað á almanaksári. Undanfarin 5 ár hafa 399 manns að meðaltali látist vegna þessa. $1 milljarðs hamfarar. Þeir eru svakalegar upphæðir. Og samkvæmt þessu sem skammstafað NOAA, alþjóðlegu veðurstofunni, leiddu stórir veðuratburðir til 418 dauðsfalla á þessu ári. Bara veður, takið vel eftir, ekki skothríð innan skóla eða morð á götunni, heldur bara veður. Næst hæsta ár hvirfilbylja síðan 2011. Bandaríska þjóðin hefur séð 1765 hvirfilbylji á þessu ári sem að líða. 434 fleiri en árið 2023. Hugsið ykkur. Samkvæmt þessari veðurstofu. Heildarfjöldin enn vel undir þeim 2240 hvirfilbyljum sem skráður voru árið 2011. Hámark hvirfilbylja tímabilsins venjulega frá maí til byrjun júní, segir veðurstofan NOAA. Maí leiddi alla mánuði með 576 tilkynningar hvirfilbyl. Rannsóknir NOAA leiddu í ljós 12–15% líkur á að hvirfilbylur skelli á í desember. Í lok nóvember voru 18 nafngreindir stormar á þessu ári, þar af 11 fellibyljir samkvæmt sömu stofnun. 5 stóri fellibyljir gengu á land í Bandaríkjunum, dæmigert tímabil hefur 14 storma. Það allt annað en fellibylur. Árið með mestan fjölda hitabelti storma 2020 með 30. Flóð eru algengustu og dýrustu náttúruhamfarir í Bandaríkjunum og út allan heim. Við höfum séð fréttir flóð í Evrópu og víðar. Og þau skaða strand- og innanlandssamfélög og við náttúrulega vorum með í fréttum frá því fyrir 20 árum eitt mesta og hörmulegasta flóð vegna jarðskjálfta í Taílandi. Skógareldar, eigum við eitthvað aðeins að kíkja á það, en frá áramótunum á þessu ári hafa 52.477 skógareldar brennt 8,4 milljónir hektara bara í Bandaríkjunum. Þó að fjöldi elda hafi farið niður fyrir 10 ára meðaltal var fjöldi brenndra hektara næstum 1,5 milljón hektara hærri en meðaltalið. Miklu stærra svæði. Þetta eru áreiðanlega tölur. Hvernig verður restin af vetrinum, þar sem heitara? Spámenn frá AccuWeather að spá því að tímabilið verði í meðalagi fyrir meiri hluta Bandaríkjanna, líkt á síðasta vetur sem var sá hlýjasti, frá upphafi mælinga. Þeir spá einnig meiri líkum á snjó þegar bylgjur á köldu lofti dreifa reglulega köldu lofti yfir þjóðina. Við sjáum þetta hérna, við fáum svona kalt loft og við fáum vetur, eins og hann skellir hvað eftir annað á okkur, en við ráðum ennþá við það. Rödd spádómsgáfuna segir, sendiboðar krossins verða að vopnast árvekni og bæn og sækja fram í trú
og hugrekki og starfa ætíð í nafni Jesú. Þeir verða að bera traust til leiðtoga síns því að erfiðir tímar eru framundan. Dómar Guðs eru víða landið, hörmungar fylgja hver annari í hraðri röð. Þetta er sagt fyrir meir en 100 árum. Brátt mun Guð rísa upp úr stað sínum til að hrista jörðina hræðilega og refsa hennum ranglátu fyrir misgjörði þeirra. Þá mun hann rísa upp fyrir fólk sitt, takið eftir þessu, og veita því vernd sína. Hann mun leggja eilífa arma sína þá til að verja þá fyrir öllu illu, svo við erum aldrei skilin eftir munaðarlaus. Guð er alltaf til staðar. Þetta var smá ágrip af náttúruhamförum í Bandaríkjunum, en við höfum ekki farið varhluta fréttum frá öðrum stöðum á jarðkringlunni. Veðuröfgum og skógareldum hinum megin á hnettunum til dæmis í Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Að ekki sé gleymt jarðeldunum á Íslandi sem við fáum nú reglulega og veðurfari sem kemur oftar og óvart. Alls staðar öfgar og mannslíf í hættu, en sumir kenna og kjósa að kenna loftslagsvánu þetta allt og nýjar reglur eins og farisæarnir bjuggu til í kringum boðurinn 10. Það eru nýjar reglur búnar til fyrir okkur til að sögn að stöðva þessa óheilla þróun, eins og maðurinn getur einhverju breytt þar Okkur tekst ekki einu sinni að halda frið við hvert annað. Aldrei. Hvernig dettur þá manninum í hug að náttúran hlýði honum? Tæpast. Það er erfitt að vera hamingjusamur við alla þessar fréttir. Erfitt að láta ekki hugfallast. En ef Anna Frank gat undir ofstæki nasismans haldi ró sinni og talaði hamingju. Ef Páll sem vissi að hans biði líflát fyrir handan næsta horn, ef hann gat sagt okkur að vera glöð í drottni, eigum við þá ekki að hlýða því kalli? Jafnvel Jób horfði fram til þess tíma að hann mundi sjá drottin sinn, þó allt hans hold þá orðið að mold. Við þurfum að taka upp þennan hugsunarhátt, vinir, og horfa upp. Horfum aldrei niður nema þegar við rannsökum blöð ritningarinnar. Lesum og látum huggast. Drekkum í okkur orð þeirra sem eru gengnir og hafa skilið eftir dýrmætan boðskap okkur til styrkingar og fræðslu. Það mun koma sá tími að það eina sem við höfum eru kannski bækur til að lesa. Ef þær verða þá ekki gerðar upptækar af ofsóknar sem okkur getur varla hugkvæmst að finnist í þeim mæli sem Biblían þó talar Nýverið las ég bók hernám Hollands á styrjaldartímanum í annarri heimsstyrjöldinni. Þar sem Anne og fjölskylda Anne Frank flúði til. Hollendingar trúðu ekki að þeir friðsæmir og hlutlausir yrðu hernumdir og hneftir í herlög í síðari heimsstyrjöldinni. Og það voru alls konar reglur settar til að hefta frelsi fólksins og skapa ótta, nákvæmlega eins og ég lýsti þarna í Kanada. En þessir atburðir komu flestum af fólkinu á óvart. Það trúði ekki fyrir en það smakkaði á því. Við skulum ekki láta efasemdir og vantrú byrgja okkur sýn. Fréttir sem við sjáum daglega, skulum ekki efast að það getur versnað. En það sýna, þessar fréttir, að maðurinn samur við sig og þessar heimskulegu reglur sem öfgahópar að tróða upp á fólk eru ömurleg staðreynd. Þessir hópar svífast einskis til að svipta fólk trúar og hugsunarfrelsi, til að umsnúa sannleikanum eftir sínu eigin höfði. Þeir eru eins og fellibyljir. Þeir skella á þjóðfélögum, eyðandi og brennandi, eins og sá óvinur
sem stjórnar þeim. Enn og aftur, leifum þeim ekki að hræða okkur. Verum glöð í Drottni. Hann sér okkur öll og veit að við erum kvíðin, sem hver. Munum eftir trúarhetjunum sem á undan eru gengnar. Tökum styrk þeirra og trú til fyrirmyndar. Hvernig sem þetta næsta ár verður og hvaða fáránleiki sem kann að mæta okkur og hvaða ógn. Mér langar að hafa í lokin að orð spámannsins Jesaja sem sagði nákvæmlega fyrir fæðingu og dauða Krists. Muni eftir því. Hann segir í 67. kafla í versu 22 og 23 í Jesaja. Hann segir, já eins og hinn nýji himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa munu standa stöðug fyrir mínu augliti, segir Drottinn, eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt. Og á mánuði hverjum, tungkomu daginn og á viku hverri, hvíldardaginn, skal allt hold koma til þess að falla frammi fyrir mér, segir Drottinn. Það er sem sagt, við megum líta fram til bjartari tíma. Við megum horfa upp og vera glöð. Við erum dætur og synir Guðs sem lætur sig varða okkur og með okkur alla daga, allt til enda veraldar. Skulum horfa upp til hans í Jesú nafni.